Góða kvöldið og velkomin á samkomu United á nýju ári. Góða kvöldið! Gaman að sjá ykkur. Við ætlum að lofa Guð saman. Here I am before you, falling in love and seeking your truth, knowing that your perfect grace has brought me to this place. Because of you I freely live, my life to you, oh God, I give. So I stand before you, God, I lift my voice 'cause you set me free. So I shout out your name from the rooftops, I proclaim that I am yours, I am yours. All the good you've done for me, I lift up my hands for all to see. You're the only one who brings me to my knees, to share this love across the earth, the beauty of your holy word. So I kneel before you, God, I lift my hands 'cause you set me free. So I shout out your name from the rooftops, I proclaim that I am yours, 'cause I am yours. All that I am, I place into your loving hands, 'cause I am yours, 'cause I am yours. Here I am and stand with arms wide open to the one, the Son, the everlasting God, the everlasting God. Here I am and stand with arms wide open to the one, the Son, the everlasting God, the everlasting God. So I shout out your name from the rooftops, I proclaim that I am yours, 'cause I am yours. Oh, and all that I am, I place into your loving hands, 'cause I am yours, 'cause I am yours. So I shout out your name from the rooftops, I proclaim that I am yours, 'cause I am yours. Já, góða kvöldi og gleðilegt ár. Velkomin á samkomu United. Halleluja. Þetta gott lag. Þetta var spilað hérna mikið fyrir 20 árum síðan. Æðislegt. Herru, já, það komið nýtt ár og þetta búið að vera mér vikuna fyrir áramótin. Þá var ég einmitt að velta þessu fyrir mér að á nýju ári og hvernig eru tilfinningarnar okkar bara rétt fyrir miðnætti. Það er oft svona viss uppgjöf, sumir hafa átt mjög erfitt ár, aðrir mjög gott ár og þetta svona, það kemur einhvern veginn svona vakna svona pínu von eða svona, ok, þetta ár 2023, ég trúi því að það verði gott, ég ætla að gera þetta verður betra. Þetta svona eitthvað, ég hugsa að flestir upplifi eitthvað svona fest, eitthvað nýtt fyrir nýju ári. Við erum búin að setja þetta inn í þetta box
2022, þetta eru 12 mánuðir, þetta eru 365 dagar og nú hefst dagur 1 aftur og nú ætla ég að hafa þetta ótrúlega gott ár. Og það þarf náttúrulega ekkert mikið út að bera til að þessi tilfinning, hún bara hrynur. Það er oft bara, þú veist, þetta er svona, ef við hugsaum aðeins út í þetta moment, að þá kannast örugglega flestir við þetta. Að finna bara, já, þetta verður eitthvað geggjað, þetta árið búið að vera alveg ömurlegt eða gott og nú bara gefum við í. Og það sem ég var að hugsa í sambandi við þetta er að þannig er þetta hjá Guði hvern einasta dag. Það kemur nýr dagur og þannig getum við lifað í 365 daga á einu ári að Guð gefa okkur nýjan dag og þessi eftirvænting það að nú verður þetta gott, að nú ætla ég að hafa Guð í liði af því að hann er í okkar liði. Þegar við áköllum hann í einlægni þá er hann nálægur, hann er nálægur öllum þeim sem ákalla hann í einlægni. Og trúin er fullvissa það sem að við vonum. Sannfæring þá hluti sem við sjáum ekki. Við sjáum ekki alltaf hvernig niðurstaðan verður. Við sjáum ekki alltaf eitthvað gott úr þessum aðstæðum sem við kannski komin í, en trúin er fullvissa það sem að við vonum. Þannig við ætlum að vona á Guð, vona eitthvað sem að við sjáum ekki og trúa því, að því að ef við fáum þessa sannfæringu í hjarta okkar, eins og við höfðum hana kannski 5:12, bara þetta verður gott ár, og fólk verður oft mjög tilfinninga svona, þú veist, það verður mjög tilfinningaþrungin stund að vera komið nýtt ár, svona eins og bara léttir. En vitið það, við getum haft þessa upplifun, því að náttúrulega trúin er ekki engin upplifun. Trúin er sannleikur, er staðfesta, er eitthvað sem við stöndum á, að því að þessar upplifanir og þessar tilfinningar, það er bara að fara upp og niður, og þegar við missum þessa sannfæringu, að þá er ekkert rosalega mikið eftir. Þannig að við þurfum að vera sannfærð sama hvað, að þá verður þetta góðu dagur og við ætlum að horfa á það og taka sér loforð sem okkur er gefin, að Jesús, hann barðist, hann dó fyrir okkur, hann sigraði, fullkominn sigur. Þetta var ekki bara eitthvað svona, þetta er fyrir alla aðra nema mig. Nei. Og þessi kærleikur hans, hann fellur aldrei úr gildi, sama hvað okkur finnst. Og ef við höfum þessa trú og þessa von, trúin þetta stendur í Hebreabréfi 11, lesið þetta þegar þið komið heim, Hebreabréfi 11. Þetta er alveg magnað, og það svo dásamlegt við þetta líka er að ef við lesum líka í, annað vers sem er alveg rosalegt, ef við hugleiðum þetta virkilega, þetta gefur okkur svo mikið styrk af því að við erum hans börn. Við erum hans börn þegar við áköllum hann, við trúum á soninn, hann er vegurinn, sannleikur og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir soninn, og þegar við trúum á hann, þá eru okkur allir vegir færir. Og í öðru Kórinthubréfi, 1. kafla, vers 21, segir, það er Guð sem grundvallar trú okkar. Páll er að tala til Kórinthu, og hann er að segja að það er Guð sem grundvallar trú okkar og ykkar. Hann er að segja mína trú og ykkar, af því þeir fóru nokkri saman. Það er Guð sem grundvallar trú okkar og ykkar á Kristi og hefur smurt okkur. Hann hefur sett innsigli sitt á okkur og gefa okkur anda sinn sem tryggingu í hjörtu okkar. Hann hefur sett okkur innsigli, og við vitum alveg hvað innsigli þýðir. Það er bara eitthvað sem enginn snertir. Það er búið að innsigla.
við erum innsigluð með anda hans og það tryggingin okkar. Og þannig ætlum við að ganga inn í hvern einasta dag, ekki bara 1. janúar. Mætti 1. janúar, þessi von og þessi eftirvænting vera líka í mars og febrúar og apríl og bara hvern einasta dag. Guð í dag. Þess vegna tökum við einn dag í einu. Þegar Guð gaf okkur daginn í dag, hann vakti okkur í morgun. Þannig mættum við ganga inn í þetta ár með þessa von á hverjum einasta degi. Það það sem að gefur okkur styrkinn til að halda áfram. Halleluja. Það eru bænarefni. Við ætlum að biðja fyrir stúlku sem að fara í aðgerð á morgun, klukkan 10 fyrramálið. Það verður að skera hana upp í höfðinu og við ætlum að sameinast í bæn. Svo erum við öll með bænarefni á hjarta okkar sem Guð þekkir. Guð þekkir hjört okkar, þannig að við ætlum að lyfta þeim líka upp. Það er svo magnað þegar við lesum í Guðspjallunum lífið Jesú. Jesú læknaði alla og hann sá hugsanirnar. Hann segir það á mörgum stöðum, hann sá hvað þeir voru að hugsa. Og svo gaf hann þeim bara, svaraði þeim á þess að þeir báðan það. Hann svaraði bara hugsunum þeirra. Þannig að Guð sér okkur og það gildir líka í dag. Þannig að við ætlum að sameinast, þið megið sitja eða standa, Guð heyrir jafnvel í okkur. Við ætlum að sameinast í bæn fyrir þessari stúlku og endilega munið eftir henni í fyrramálið. Hún fer í þessa aðgerð að Guð gefur fullkominn sigur og fullkomna lækningu. Heilagi Faðir, ég bara þakka þér fyrir það hver þú ert. Takk fyrir sigurinn í þér. Takk fyrir að þú ert læknirinn. Takk fyrir að þú elskar okkur eitt og sérhvert. Takk fyrir fullkomlega elsku. Nú bara leggjum við þessi bænarefni í þínar hendur. Við biðjum fyrir stúlkunni sem fer í þessa aðgerð á morgun. Þú þekkir hana, þú þekkir hjarta hennar, þú þekkir hendur læknanna og við biðjum bara þína smurningu og fullkominn sigur. Fullkomnan lausn, Drottinn. Við hrópum á þig, Drottinn, og við felum hann í þínar hendur, Drottinn minn. Takk, Jesús. Svo biðjum við fyrir einum og sérhverjum sem hér inn í kvöld, Drottinn, og þá sem eru heima að horfa. Að þú komir inn í kringumstæður, gefur þessa von, þessa trú, þessa von sem við sjáum ekki, en við trúum og treystum því að þú greiðir úr hlutunum og hjálpar einum og sérhverjum í gegnum sérhverja kringumstæður, Drottinn minn. Takk fyrir, Faðir minn, að þú ert að smegnur að móta hug okkar og hjarta okkar á nýjan hátt. Og öll þau bænarefni sem að hver og einn með hér á hjarta sínu, ég bið að grípa inn í, ég bið að gefa sín, gefa einhverja nýja leið og opna, gefa sigur og koma með lausn inn í aðstæður og hjálpa einum og sérhverjum að takast á við aðstæðurnar eins og þú gerðir það. Þú treystir á Föðurinn sem almáttugur, sem búinn að innsigla anda okkar, anda þinn í okkur, heilagan anda. Og ég þakka þér fyrir að, Drottinn minn, að þér engin hlutur menn. Takk, Jesú minn, að þú læknaðir alla. Við lesum það í Guðspjallunum og ég þakka þér fyrir orðið þitt sem sannleikur, sem líf. Þakka þér fyrir, Drottinn minn, að þú kemur inn í aðstæður og gerir alla hluti nýja. Ég þekki að eigin raun og sé það margoft og þannig bið ég fyrir einum og sérhverjum hér í dag að verði bara þessi nýnáð á hverjum einasta degi, allt árið, 365 árið nýnáð á hverjum einasta degi. Og ég þakka þér fyrir það. Og ég bara legg þessa stund í þínar hendur, bið fyrir lofgjörunni, bið fyrir orðinu sem verður talað og ég bara blessa þessa stund í Jesú heilaga nafni. Amen. Amen. Það eru hérna baukar aftast, posi og bara biðja ykkur bara takk fyrir alla gjafir ykkar sem þið hafi verið að styðja við þetta starf. Guð bless ykkur. Ég ætla að setja þetta sem hún var að segja aðeins í meira samhengi. Þessi
stúlka sem ræðir heitir Hrafnhildur og litla frænka mín og dóttir bróður minns, 28 ára gömul og 30 ára strák. Og á Þorláksmessu fengum við þessar fréttir og hún væri greind með þetta krabbamein, algjörlega óvænt, engin fyrirværi. Og læknarnir gáðu enga von, en við trúum, hún trúuð. Ég hitt hana núna fyrir 2 dögum síðan, ég hef aldrei hitt sterkari mannesku á ævinni sem var að díla við þetta. Ég væri ekki svona sterkur eins og hún. Og hún algjörlega sannfærð að hlutinni fari eins og að Guð vill að þið fari. Og hún bað bænir og við trúum á kraftaverk. Það segir í Biblíuna bæn réttláts manns magnar mikið. Það svo sem engin réttlætur nema bara í Kristi. Það gegnum það að við tókum á móti Jesú Kristi sem erum réttlætt. Við í sjálfum sem erum ekki réttlátt, en í honum erum við réttlætt. Og þegar við biðjum, það segir líka, þér hafið ekki vegna þessi biðjið ekki. Þess vegna bið ég ykkur og alla sem á mig eða heyra í mér núna að biðja fyrir Hrafnhildi að læknarnir hafi rangt fyrir sér, þetta sé ekki það æxli sem þeir halda að það sé. Hún fái fullkomna lækningu, hún fái tækifæri til að ala þennan litla stráku upp. Það er svo oft sem að maður ég er búinn að vera á 1000 samkoma í gegnum árin og maður fær svona einhver bænarefni og þetta er einhvern veginn sem ronninu bara framhjá, það er þess og hinn sem að díla við þetta og hitt. Svo allt í einu stendur maður frammi fyrir að standa svona nærri þessu, þá setur þetta hlutin einhvern veginn í samhengi, mikilvægi þess að biðja er alveg gríðarlega. Ég trúi því að ég hafi og sé og hafi fengið að upplifa og sé í rauninni bara á lífi í dag fyrir bænir sem byrjuðu bara þegar ég var lítill. Hlutinni sem að ég hef farið í gegnum og lent í og heimskulegu ákvarðanirnar sem ég hef tekið í lífinu sem eru nú ekki lítið margar. Ég hef einhvern veginn lotið verndar og blessunar Guðs og ég veit að það byrjaði þegar amma var að biðja. Amma kynnti mig fyrir trúnni þegar ég var bara lítill eða reyndi það öllu heldur. Hún bað fyrir mér alla tíð og þegar ég svo loksist tók á móti Jesú á sínum tíma fyrir 20 ári síðan, 5 árum, þá kom fullt af fólki sem að ég hefði aldrei hitt og þegar ég kom og fór að heimsækja kirkjurnar og kom til mín og sagði ég er búinn að vera að biðja fyrir þér og þinni fjölskyldu alla tíð, fólk sem ég hefði aldrei hitt. Og ég hugsaði með mér, ég man svo eftir, ég var einu svona síðan á helgi, svona einhverju bænarhelgi eða einhverju löggjörahelgi út á landi, þá kom þetta svo sterkt til mér hvernig ég sá eins og að hvað bænirna voru búin að bera mig og mína fjölskyldu í gegnum, þótt að vissulega þá komi, það rignir yfir ranglata og réttláta, það er alltaf þannig. Það er spurning hvernig við tökum á móti þeim verkefnum og þeim dölum og þeim hæðum sem lífið tekur okkur í gegnum. Og við gefum honum alltaf lof og dýr. Það er erfitt að ímynda sér að gefa honum lof og dýr þegar maður stendur fram yfir þessu með svona nákominn fjölskyldumeðlim. En ég vil gera það hér. Ég hlustaði í gærkvöldi á predikun með Joel Osteen þar sem hann var að tala að lofgjörðin er svo góð ilmur sem að stígur upp til himna og Guð finnur. Þess vegna langar mig að biðja ykkur ekki bara að biðja með mér fyrir Hrafnhildi, heldur líka að lofa Guð og segja takk fyrir það sem hann hefur gert fyrir mig og þig og okkur öll, því að hann er búinn að gera helling. Ég veit að það eru mörg ykkar bæði sem eru að hlusta á mig og ég sé ykkur reyndar ekkert fyrir ljósunum hérna, en ég veit að það eru mörg sem eru að hlusta á mig og hafa vitað að raunverulega innstilli að þið ættu að vera svo, þið ættu að vera á öðrum stað, jafnvel ekki lifandi. En það er fyrir það að þegar á einhverju tíma leiddu hugann til Guðs, báðu hann eða einhver í fjölskyldu ykkar eða vinir eða einhver jafnvel sem þið þekktu ekki sem að bað fyrir þér og þínum. Og það er alveg með ólíkindum hvað bænin er sterk. Er þið til í það? Og ég er að menn. Það segir líka í orði Guðs að hann býr í lofgjörð síns líðs. Mér er það alltaf hugfast þegar ég kem hérna upp og segja hér að gegnum árin þegar ég hef fengið að syngja í lofgjörð að það er ekki að því hvað ég er klár að syngja eða ég er merkilegur heldur horfir Guð á hjartalag. Hann horfir á það sem að býr í hjartaðinu þegar þú ert að lofa, hvað svo getur sungið að spila, hvað svo getur þú getur alltaf gert eitthvað, lyft hönd eða tekið þátt og hann horfir á hjartalag. Og þessi setning satt rosalega í mér þegar ég fór að, að því að
fyrst þegar ég var að koma í kirkju, þá fannst mér svo hallarislegt þegar fólk var að lyfta höndum eða það var að standa eða að syngja með eitthvað. Mér fannst þetta bara rosa skrítið og hallarislegt í rauninni. Mér fannst þetta fólk vera svolítið svona að gera sjálf þess að fíblum. En svo fór ég að læra meira og það var eitthvað sem dró mig alltaf nær þessu. Ég endaði svo, Guð hefur kemningu á náttúrulega, ég endaði náttúrulega að vera, þú veist, hoppandi og baðandi út tóndónum og syngjandi og svo endi Guð upp á palli að fyrir fram að alltaf heima að gera eitthvað sem ég held ég myndi aldrei gera. Hann hefur kemningu á þau. En hann býr í lofgjörð síns lífs. Hvað þýðir það? Það þýðir þegar við lyftum nafn hans bara í hjartaseinlægni, þá mætir hann á svæði. Það er það sem ég langar til að hann geri hér. Hann mætir á svæði vegna þess að við segjum takk og við komum fram með bæn, beiðni og þakkagjörð, eins og segir í Biblíunni. Bæn, beiðni og þakkagjörð. Og við biðjum hann fyrir þessari stúlku, og ekki bara þessari stúlku, heldur fyrir líka þeim sem að þið eru með í huga. Það eru allir að gangi gegnum eitthvað, það eru allir að eiga við eitthvað í sínum fjölskyldum, í sínum enga, þú veist, einhver að berjast við fíkn eða veikindi eða þekkir einhvern sem er að gera það. Þetta er staður og stund til þess að lyfta því upp. Þegar meðan við lofum Guð hér og þá bara, hvað sem við gerum það með því að segja það hreinlega uppátt eða segja það með því að hugsa það í hjarta okkar, þá notum við þetta tækifæri hér í kvöld til þess að lyfta þessu bænarefnum upp í gegnum lofgjörð og í gegnum þessa nærveru sem við fáum að finna hér. Og er amen? Amen. Here I am, I'm down on my knees again, surrendering all, surrendering all. Find me here, Lord, as you draw me near. I'm desperate for you, desperate for you, 'cause I surrender. Quench my soul, mercy and grace unfold. I hunger and thirst. I hunger and thirst. With arms stretched wide, 'cause I know that you hear my cry. Speak to me now. Speak to me now. 'Cause I surrender. I surrender. 'Cause I wanna know you more. 'Cause I wanna know you more. 'Cause I surrender. I surrender. 'Cause I wanna know you more. 'Cause I wanna know you more. Like a machine, Jesus, breathe within. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Like a mighty storm, stir within my soul. Lord,
I surrender. I surrender. 'Cause I wanna know you more. 'Cause I wanna know you more. 'Cause I surrender. 'Cause I surrender. 'Cause I wanna know you more. 'Cause I wanna know you more. 'Cause I surrender. I surrender. I wanna know you more. I wanna know you more. I surrender. I surrender. I wanna know you more. I wanna know you more. 'Cause I surrender. I surrender. 'Cause I want to know you more. 'Cause I want to know you more. Heilagur Drottinn Jesús, þakka þér fyrir nærveru þín og líf, Drottinn. Þakka þér fyrir það hver þú ert, það sem þú hefur gert og það sem þú ert að fara að gera, Drottinn. Ég bið að þú fyllir þennan stað af þér, Drottinn. Ég bið að þú fyllir hvert hjarta hér, Drottinn, af þér, Drottinn. Og allir sem að, Drottinn, eru að horfa, sem að heyra, Drottinn, að þú snertir við þeim á þessari stund. Ég bið lækningu, líf og leysingu, Drottinn. Og ég tala lífin í þetta ár, Drottinn. Þetta verður ár blessunar og framgangs, Drottinn. Í Jesú nafni verður þetta ár, Drottinn, sem er blessun og er framgangur, Drottinn. Í Jesú nafni. You unravel me with a melody. You surround me with a song of deliverance from my enemies, till all my fears are gone. 'Cause I'm no longer slave to fear. I am a child of God. No, I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. From my mother's womb, you have chosen me. Your love has called my name. 'Cause I've been born again into your family. Your blood flows through my veins. 'Cause I'm no longer slave to fear. I am a child of God. No, I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. No, I'm no longer a slave to fear. 'Cause I am a child of God.
perfect love. And you rescued me so I could stand and sing. I am a child of God. You split the sea so I could walk right through it. My fears were drowned in perfect love. You rescued me so I could stand and sing. 'Cause I am a child of God. Oh yes, I am a child of God. I am a child of God. Hallelujah. Þessi texti, you split the sea so I could walk right through it. Það er verið að vitna til þess þegar Ísraelsmenn voru að flýja undan Egyptum og koma að vatninu þar sem að þau áttu enga undankomuleið. Þau voru sem sagt standandi frammi fyrir vonlausum kringustæðum. Þar sem herinn var að herja á þau aftan frá og drottinn hafði lofað þeim að hann var að leiða þau inn í fyrirreiknarlandi. Þetta leit ekki út eins og þetta veri blessun því að þau stóðu fram fyrir haf og her að koma til þess að drepa þá fyrir aftan þau. Hvað gerði drottinn? Hann splittaði hafinu og þau gengu þurru fótum yfir. Og þegar að óvinnurinn reyndi að elta þau þá heldist hafið yfir óvinnin og hann var tekinn af lífi. Það sem þessar sögur sem við lesum í Biblíunni eru táknrænar fyrir líf okkar í dag. Drottinn vill leiða okkur í gegnum þær þrengingar og þá múra sem við stöndum frammi fyrir í líf okkar. Þegar við tekjum móti Jesú þá er hann með okkur. Það er ekki það mér sagt að það kom ekki skúrar og það kom ekki erfiðleikar. En eins og ég sagði áðan, það er spurning hvað ætlum við að gera í því? Hvernig ætlum við að höndla það? Hverjum ætlum við að trúa? Ætlum við að trúa þessari litlu rödd sem að kemur og segir þú ert vonlaus, þú átt ekki séns, þetta er búið, við eigum enga möguleika, eða ætlum við að trúa því sem að Drottinn segir í orði sínu að þú ert sigurvegari og fyrir bænina þá getum við sigrar og við höfum vegna þessu biðju. Má ég heyra með? Við höfum þennan árnaða mann, Jesú Krist, sem við getum treyst á og hann splittaði bara hreinlega hafinu fyrir okkur þannig að við getum gengið þurrum fótum yfir þegar hann kom að öðru stundu. Það er þetta sem að Drottinn vill að við gerum þegar við lendum í kringustæðum, að við leitum til hans. Við gefumst ekki upp, við leitum til hans. You split the sea so I could walk right through it. My fears were drowned in perfect love. You rescued me so I could stand and sing. I am a child of God. You split the sea so I could walk right through it. My fears were drowned in perfect love. You rescued me so I could stand and sing. 'Cause I am a child of God. 'Cause I am a child of God. Yes, I am. I am a child of God. Textinn í þessu lagi er einn alflottasti texti sem hefur komið fram í seinni tíð. Ákveðna tónlist í heiminum. Sá sem að skrifa þetta lag eða það gangi í gegnum hluti, það er alveg ljós, alveg snillingur. Pælið aðeins í texta
searched the world, but it couldn't fill me. Man's empty praise, treasures that fade, they're never enough. Then you came along and you put me back together. Now every desire, it is now satisfied here in your love. Oh, 'cause there's nothing better than you. No, there's nothing better than you. No, there's nothing. Nothing is better than you. 'Cause I'm not afraid to show you my weakness, my failures and flaws. Lord, you've seen them all, but you still call me friend. 'Cause the God of the mountains, He's the God of the valleys. And there's not a place your mercy and grace, it won't find me again. Oh, 'cause there's nothing better than you. No, there's nothing better than you. No, there's nothing. Nothing is better than you. Oh, 'cause there's nothing better than you. No, there's nothing better than you. No, there's nothing. Nothing is better than you. You turn mourning to dancing. You give beauty for ashes. You turn shame into glory. You're the only one who can. You turn mourning to dancing. You give beauty for ashes. You turn shame into glory. You're the only one who can. You turn graves into gardens. You turn bones into armies. You turn seas into highways. You're the only one who can. You're the only one who can. You're the only one who can. 'Cause there's nothing that's better than you. No, there's nothing that is better than you. No, there's nothing. Nothing is better than you. is better than you. No, there's nothing that is better than you. No, there's nothing. Nothing is better than you. No, there's nothing better than you.
is better than you. No, there's nothing is better than you. You turn mourning to dancing. You give beauty for ashes. You turn shame into glory, 'cause you're the only one who can. You turn graves into gardens. You turn bones into armies. You turn seas into highways. You're the only one who can. You're the only one who can. You're the only one who can. Hallelujah. Fyllingu Guðs við þjón. Amen. Wow. Yndislegt. Hvað segið þið? Maður sér bara enga hérna. Halleluja. Við ætlum bara að hafa þetta stutt og laga þetta í kvöld. Það er yndislegt að fá að lofa Guð. Komin inn nýtt ár. Það er nú alveg bara geggjun. Og það eru nóg verkefni framundan. Þú veist, ég mig langar bara mest og fremst í kvöld bara að hvetja okkur til þess að vera staðföst í sem við gera. Og það reynir á eins og með þessa ungu stúlku sem að fara í aðgerðina á morgun. Og vitið það að það er líka mikið skilaboðin í andaheimin að við erum í fyrramáli klukkan 10 þá bara bíðum við. Og ég veit að það er fullt af fólki sem ætlar að bæði koma saman og í heimahúsum sem ætlar að biðja að Guð gerir kraftaverk. Mér langar að segja ykkur frá forstöðumannum í Lífs Úrti í Svíþjóð sem lenti í alveg hræðilegu mótorhjólaslysi og var haldið sofandi í, man ekki, 3-4 vikur og þetta leit mjög illa út. Mér sé skilaboðin frá þeim sem voru í kirkjunni voru að þetta líti bara hræðilega illa út. En svo í morgun þá sendi hann sjálfur nýárskveðju til fólks og mynda hann í hjólastól sem eftir og vaknaður og Guð er bara að gera kraftaverk allan heim. Við verðum líka bara að trúa því að hann gera því okkar eigin lífi. Og þessi unga kona, eins og Rúnar sagði, við skiljum þetta kannski ekki fyrir að þetta kemur alveg upp á okkur. Þau bæði með missirinn og eins með veikindin að maður verður svo umkomulaus, maður getur svo lítið gert, en eitt hlutu getum við alltaf gert og það er að biðja. Og þá sama á við með fólki sem í kringum okkur er. Og við vitum það að það eru margir sem er að berjast. Ég sagði frá því líka síðast að hefur aldrei nokkuð tíman hefur verið eins mikið álag að reyna að komast inn í draumasetrið eins og núna. Og það er alveg ótrúlega mikið stór hópur sem er á biðlista til að koma inn. Og það segir okkur alveg hvernig ástandið er. Og á sama tíma er verið að skera svolítið niður bara af þessum hóp. Það er verið að taka burtu stuðning, borgin er því og ég er svo sem alveg vanur þessu sjálfur, búinn að vera í þessu 10 ár og aldrei fengið neitt stuðning frá hvorki ríki né borg. En þegar nú er ráðist að hópnum sjálfum, fólki sem er sem býr á áfangaheimilum. Og þetta er svo samviskulaust fyrir mér, sko. Þegar fólk vill ekki einu sinni lækka launin sín, sem þó eru, á aðra 1 milljón á mánuði, en það má ekki bíða með þá hækkun. Það á frekar að skera af þessum viðkvæma hóp sem er í kringum okkur, sem við stöndum vörðum. Og ég hvet okkur, við kannski tóku eftir að það var ekki auglýsing í dag fyrir samkomuna, og við erum líka bara baráttan okkar í líka manna, og það er það sem ég vil kannski hvetja líka sem komið inn í dag. Okkur vantar fólk til þess að manna í stöður og við viljum gera þetta almennilega. Það eru komin 3 beðnir erlendis frá, 3 beðnir erlendis frá að koma hingað og tala hér í starfinu. Fólk sem komið hérna áður og elskar að koma hér. Af því það segja að þetta sé magna starf. Af því það er bara þannig, við verðum að horfa á það sem við erum að gera hér og við erum að vinna bara með grasrótinni. Og það er kannski ekki alltaf það vinsælasta á kirkjónum, skilur, að vinna með þann hóp sem við erum. Og þessi hópur sem hefur verið að berjast við áfengi og fíkniefni. Og sagan af því getum við bara skoðað, við skoðum bara sögunni gegnum tíðina. En á sama tíma er svo mikilvægt að við stöndum og styðjum hvort annað og hjálpum hvort öðru. Að við gefumst ekki upp á hvort öðru. Og við þurfum að vera duglega að bjóða fólki til að koma hingað.
Hann Rúna var að láta prenta svona nafnspjöld sem við getum affinningunum eftir, getum tekið 10-20 stykki til að gefa vinum og kunningum. Það kemur fram hvar samkomurnar eru. Að því við viljum sjá bara salinn hérna fullan af fólki sem að leita lausnar fyrir sitt líf. Þú farð hana hér, það ekki við sem gerir það, heldur Guð hér. Og það mikilvægt að eins og þetta gerist með þessa ungu konu sem tengd okkur að hluta til í gegnum Rúnar og eina minn sem hefur nú talað hérna hjá okkur, að þá vera þátttakendur í því að sjá kraftaverki gerast. Og það gerur fyrir trú. Hvaða vers var Natalía að tala um áðan? Hebreabréfið 11. Fyrstu versin í Hebreabréfið 11. Og það fullvissa þá hluti sem eigi auðvitað að sjá. Við getum kannski ekki séð það og læknarnir virðast ekki kannski alveg vera með þá á hreinu að hversu alvarlegir hlutinir eru eða hvort þeir eru ekki alvarlegir eða hvort það lækning og lausn við þessum sjúkdómum sem hún með þessu unga kona. En fyrir Guði engin hlutur megn. Við þurfum að trúa það. Við þurfum ekki að sjá til að trúa. Við bara trúum. Og það fullvissan þá hluti sem eigi auðvitað að sjá. Og það staðurinn sem við viljum allir vera á. Að við gagnvart hvort öðru. Hér fólk inni sem nýlega komið út meðferð, fólk sem hefur verið hér í starfinu áður og það hefur kannski dottið í það fallið að nýju og við út eitthvað tíma í myrkrinu. Hér hefur verið beðið fyrir öllum þeim sem eru út að þjást og við reynum að gera það einustu samkomu og megið að vera hluta því megið vera bænir ykkar að þessi aðilar eru konið tilbaka í dag. Við verðum að trúa því að bænir okkar virki. Við mögum ekki líta svo lítið á okkur sjálf að við séum ekki verðið þess að setjast niður eða krjúpa og biðja fyrir fólki sem í kringum okkar Og við þurfum á því að halda, við þurfum að ná til fólksins okkar. Hvað fólkið okkar? Ég tala til ykkar núna því að veit að flest allir sem inni hér í dag eru alkoholistar eða tengdir alkoholistar eða eru aðstandendur. Að það bara svo óbúslega mikið að við séum vakandi fyrir þessum einstaklingum. Og ég alveg bara, þetta þessi angist sem í hjartan á mér og megi hún bara koma inn í ykkar hjarta, gagnvart því fólki sem út að þjást. Lítum ekki á dauða einstaklings í gegnum áfengi að fíknum sem sjálfsagðan hlut. Lítum ekki á það sem eitthvað fórnarkostnað, því þá erum við búin að tapa. Við bara trúum ekki á fórnarkostnað í mannslífum fyrir þessu sjúkdóm. Við viljum bara standa gegn því að það sé. En það gerum við ekki nema við séum vakandi sjálf fyrir fólkinu sem kringum okkur Ég held að það sé bara gríðarlega mikið. Það sem við erum á vinnustaðnum okkar. Að við getum verið vitnisburður fyrir fólk, að við getum boðið fólki að koma. Hér eru 2 rakarar allir sinni sem eru rosa duglegir að segja frá og hjálpa fólki. Ég menn, það ekki svona trúno? Ef maður rakari, það ekki trúno? Maður á trúno þegar maður rakari. Og hafa tækifæri til að tala við fólk og benda á að það til lausn, að þetta betri leið. Og það til trú sem sigrar allt. Og það það sem staðurinn sem ég þrái að við verðum á. Og ég hvet ykkur núna, ég ætla bara að hafa þetta stutt að því að bæði það þá finn ég bara bæði sorg, og það bara ekkert skrítið þegar við erum að biðja fyrir svona bænarefnum og kannski það líka bara í lífi þínu í dag, eitthvað vonleysi, að þú hefur ekki trúið að þetta gangi á þér. Ég búinn að vera á þann stað, velkomin á þann stað, en ég bara segi ykkur strax í dag að það hægt að komast út úr honum mjög auðveldlega og það að gefa Guði allt. Ver ekki hugsjúkun eitt heldur geri öllum hlutum óskar okkar kunna Guði með bæn og beðni og þakkagjörð og þá mun friður Guð sem æðri öllum skilningi, varveita hjarta þitt og hugsanir þínar í Kristi Jesú. Og þetta svo ótrúlega öflug bæn að við ætlum að taka öll vandamálin okkur og við ætlum bara að lyfta þetta til Drottins og taka burtu hugsekina, hrærigrautin sem alltaf í hausnum og að rugla okkur og afvegaleiða okkur og treysta Guði fyrir vandamálin sem við sjáum að við ráðum ekki sjálf við. Og það fullt af þeim. Og sérstaklega þegar maður að koma út úr neyslunni, þá bara fullt af hlutum og fullt af hólum og hæðum sem eru bæði fyrir framan okkur og aftan okkur. En vitið það, Guð fer með okkur í gegnum þetta allt ef við treystum honum. Ef við látum af og leyfum honum, sleppum stýrunni smástund og treystum Guði fyrir líf okkar, að hann mun vel fyrir sjá. Og við þurfum ekki annað heldur að horfa í kringum okkar. Það fullt af fólki bæði sem hérna inn í dag og í þessu starfi, fólki sem allir held að vera vonlausi, fólk sem myndi aldrei ná þessu, en þetta bara rangt. Það allir sénsinn, það allir vonina sem í Kristi Jesú. En það bara svo rosa skrítið með okkur að við erum svo ofta að við grátum fram fyrir Guði þegar erfiðleikarnir svo mikil að við sjáum ekki út úr
sjáum ekki hvorki fram né aftur hvað að gerast og þá hrópum við til Guðs. En þegar okkur líður vel, að þá það því að við erum svo klár. En erfiðleikarnir þá það Guð að kenna. En erfiðleikarnir, Guð situr ekki á okkur erfiðleika. Guð tekur út úr erfiðleikum. Hann tekur burtu kvíðan, óttan, hræðsluna, vanmáttakenndina, sjálfsvorshugsanina, fíknina. Þetta bara biðja hann og þá gera hann það. Hann segir orðin við að reyna hann og reyndu Guð í þínum málum. Hvort sem það fjármálið þín, fjölskyldan, líðan þín, fíknið þín, sama hvað það af því hann breytir myrkri í ljós og dauða í líf. En það kostar að við verum að trúa. Og skrefin ykkar að koma hingað upp yfir á mánudagskvöldum trúar skref. Það af því að það eitthvað að sækja, það eitthvað sem að við trúum. Það þarf svo lítið, það þarf bara mustaskotnið af trú. Til að koma hingað og taka móti og vona Guð snerti við líf okkur. Það vill hann gera við lífið þitt í kvöld. Og ég hvet ykkur ef það eitthvað sem við láta biðja fyrir. Við erum með fyrirbiðjendur sem eru hér í dag, sem eru tilbúin að biðja með þér. Og það gott að tjá við fólki það sem að berjast við. Og leyfa öðrum aðila að biðja fyrir okkur. Og að því að Guð heyri bænið þínar. Stundum vantar trú þína. Og þá erum við með fólk sem langar að skipa sér í skarðið með þér. Og biðja með þér. Að Guð megi koma og snerta við lífið þínu. Og ég hvet ykkur líka þeir sem eru nýlega konir út, af því hér nokkur sem eru nýlega konir út meðferð. Og það getur verið svolítið bara búff, það getur verið sjokk eftir 3 mánuði, 4, 5, 6 mánuði að maður kemur út og þá kemur raunveruleikinn í ljós og fólki sem fyrir utan og hlutin ekki alveg, við erum ekki í svona bómul sem við erum í meðferðinni. Og þá svo mikið þetta að vera með rétt fólki kringu sig. Og Guð megi gefa okkur frið og frelsi til þess að vera það sem þið eruð. Að þegar við komum meðferðinni þá þurfum við að aðlaga okkur á ný og svo að passa okkur hvert við erum að fara, hverju við erum að umgangast. Best að umgangast fólki sem inn á aðfundunum, fólki sem á sama stað á þú, fólki sem að berjast í sömu hluti og þú að berjast við. Og það þessi tenging við hvort annað sem hjálpar okkur til þess að ég kannski gengi gegnum hluti sem þú ert að fara gegnum núna og ég get gefið þér ráð. Þú getur gefið mér ráð við einhverjum hlutum sem ég að gangi gegnum, sem þú hefur gert áður. Og það þannig sem þetta virka, þannig virka samtökin, þannig virka samtökin, að við stöndum og hjálpum og styðjum hvort annað. Og eins þeir sem hafa verið að koma út úr kotinu til dæmis, við erum duglega að heiðra hlaðgerðarkotur, heiðra samhjálp með því að fara á samkomunnar á 50. Mér finnst það alveg rosalega mikið, ég bara því miður það verið svo allt og sjaldan sem ég kemst, en ég gerði það alltaf, ég hef alltaf reynt að halda þessari tengingu við hlaðgerðarkot, af því það það sem ég eignaðist líf. Það það sem ég fekk lausnina inn í mitt líf, upp í hlaðgerðarkoti. Og ég hvet ykkur að vera samband við fólki sem þar, með því að koma 50, fólki sem var að koma inn þegar þið voru að fara út að sér að þið eru ennþá edrú, að við getum verið vitnisburð það, að þetta hægt. Og gefumst ekki upp, segðu Danna minn, yndislegi Danni, fyrsti maðurinn sem kom inn í draumasetið, bara rétt eftir ég var búinn að taka við lyklunum. Og þú veist, ég man það ennþann dag í dag. Og hann á svo sérstakastæði mínu hjarta. Edrú og fít, sko. Vá, það geggjað. Af því þetta hægt, krakkar, það málið, þetta hægt. Þetta ekki eins flókið og við höldum, við viljum gera það flókið hérna upp í hausnum á okkur. Við treystum Guði fyrir líf okkar, það númer 1 og 3. Mér langar að beðja, gerð ís og fætur, mér langar að biðja. Og endilega komið, það ekki það mikið að fólki í kvöld, það gott að koma hérna fram og Natalie fleiri sem eru tilbúin að biðja með ykkur. Bara Faðir minn, við þökkum þér fyrir náðina og við þökkum þér fyrir miskunni þína, Drottinn. Ég biðja Faðir minn að blessa einn og sérhvern sem hér inn í dag. Drottinn, þú þekkir okkur betur en þú þekkjum okkur sjálf. Þú segir líka, Drottinn minn, að hvers sem við biðjum í þínu nafni þá myndu veita okkur. Og við viljum bara biðja í þínu nafni, Drottinn. Í Jesú nafni. Biðjum fram lausn og lækningu, Drottinn, í einstaklingar sem eru hér í dag, Drottinn. Hvort sem það eru sjúkdómar, hvort sem fíknin að reyna að klóra í, þá stöndum við bara gegn því í Jesú nafni. Við tökum bara, Drottinn, vald hins trúaða til þess að biðja fyrir fólki. Reka út illa anda, tala nýjum tungum. Og ég þakka þér, Drottinn minn, að þú gefur okkur að ganga fram, Drottinn, í þinn stað. Drottinn, vera erindrekar þínir hér á jörðu, Drottinn, og við þráum að vera það. Við þráum að vera fyrirmyndin. Og ég biðja bara, Drottinn, að gefa okkur það heiðarleika
og drottin taka burtu hroka og stolt drottin og opinbera hver við erum í þér drottin minn. Við elskum þig Faðir og við elskum þig fyrir það að þú ert alltaf til staðar fyrir okkur, alltaf til staðar fyrir okkur. Og ég þakka þér drottin fyrir mitt líf, ég þakka þér hvernig þú sneri mínu lífi við drottin. Þó ég var að rembast á móti drottin, þá gafstu mér trú sem er aðri mér. Trúum það að þú myndir grípa inn í, þú myndir sameina fjölskylduna, þú myndir gefa mér líf á ný, þú myndir gefa lækningu og lausn á líkamann drottin. Drottin minn, þegar aðrir voru búin að dæma leika, þá varst þú ekki búin að því. Og ég þakka þér fyrir það drottin, það er nákvæmlega það sem þú vilt gera við hópinn sem er hér inn í drottin. Lyfta þeim upp drottin, erindreng á þínum, gefa þeim drottin styrk og kraft, fylla á þínum heilaga anda drottin, þannig að þeir geti gert sömverk og þú gerðir þegar þú lappar á jörðinni. Reistir upp dauða, læknaði sjúka, gafst blindum sýn drottin, gefðu okkur þessa trú drottin. Þetta stendur allt í orðinu, þetta stendur til boða fyrir okkur. Gefðu okkur drottin trú til þess að taka á móti þessum gjöfum þínum. Takk fyrir drottin að við sjáum bara hlaðborð að gjöfum sem eru fyrir okkur, frítt, bara sækja það. Og drottin gefðu okkur kjark og þor til að gera það. Biðjum að blessa einn og sér hvern inn í vikuna og þetta nýja ár drottin. Þetta með vera ár sigur, sem með vera ár viðsnúnings í lífi okkar drottin. Að við höfum svona taka þessa beygju sem þarf að taka drottin og fókusur að horfa á þig drottin. Hætta að treysta þetta veraldlega og horfa á þig drottin og við lifa hérna andlega. Í Jesú nafni ég bið. Amen. Ég hvet ykkur líka eitt hluti sem er alveg rosa mikilvægur. Ég gerði smá hlut núna hérna fyrir jólin og ég skrifaði á Facebook og ég skrifaði í nokkra hópa að ég trú á Jesú og ég er stoltur að því að hann hefur gefið mér líf fullt af kærleika og mér langaði að þið deilt. Og vitið það, þó ég var að skrifa inn í kristilega hópa, þá voru ekkert svo margir sem gerðu það. Og það segir mér, ég gerði þetta akkurat bara til þess að athuga þetta. Það vita það allir, ég elska Jesú. Og ég þarf ekkert að sitja það endilega á status hjá mér. En ég óskaði eftir því að fleiri hefðu tekið undir það, kópir hann að text og sett hann á hjá sér. Það var ekki að spurja því að Arnar minn, Arnar Jóhann hérna á gítarn, ég var allar búin að posta það og komið inn á síðuna í honum. En þetta er svo mikið að við skömmustum okkar ekki fyrir það að trúa og fylgja Jesú. Af því hann hefur bjargað líf okkar. Þú veist, annað verið fáránlegt ef ég ætla að skammast mér fyrir það að svo sem bjargaði lífi mínu að ég tilheyri honum og ég treysti og trúi á hann. Þannig að það er rosaleg yfirlýsing að gera. Það er fólki sem fara að babla á móti. Það er bara í góðu lagi. Þú veist, ég alveg tala, Guð lætur ykkur aldrei vera til skammar, aldrei nokkuð tíman. Við tökum ekki þáttinninu örjum og látum á Facebook, en Guð líka ítt á mig og sagt Óli, þú er að svara. Nú er bara verið að gera lítið úr frelsanum mínum. Nú er bara að fara í gegn, það er verið að segja ósannindi. Og Guð sagði bara sestu við tölvuna og nú svarar þú. Af því að það alltaf verið að segja, mann ekki verið að svara, það er bara verið að sækjast eftir ykkur látum. Og ég man ekki hvort að Arna maður, ég man ekki hvort það voru 100 held ég komment sem ég svaraði inn á þessu link. Ég held ég að svara 100 sinnum, ég man ekki, ég held að það verið 100 sinnum sem ég svaraði. Og síðasta kommenti var frá þessum manni sem að fór gegn þessari frétt sem voru. Og hann sagði, veistu það, ég þakka þér fyrir Ólafur að koma fram og standa við trúðina. Af því það er svo magna með ykkur þess að frelsuðu, þið segið aldrei neitt. Þið svarið aldrei neinu. Svo skiljið ekkert í þessi alltaf vera hraun yfir ykkur. Menn fólk heldur áfram að þið svarið aldrei. Og ég skoðaði bara fyrir einhverju hálfu ára síðan, þetta eru nokkur ár síðan, það er ennþá þetta síðasta kommenti frá þessum manni. Það er ekkert fleiri sem svöruðu á þessu. En það tók tíma, það tók heilt kvöld hjá mér að standa ég svara. Og kom einhver nýskot og svara maður. En þetta er ekkert alltaf þannig að maður eigi að gera það. Stundum að vera að draga mann að snærun og vera að svara. En þarna var að vega bara gegn trúminni og einstaklingum og sískinum minni í trúnni. Það var að fara með rangt mál og við eigum ekki að láta það gerast. Stöndum við trú okkar það er svo mikilvægt að því hvernig getur ætlast til þess að fólk komi og leiðist til trúar og taki á móti þessu kraftaverki sem Jesú Kristur eru ef við erum ekki vitnisburður hann. Við verðum að vera það. Það er við sem þurfum að ná í fólkið. Það kemur ekkert sjálfkrafa hérna inn.
fyrirgeðu ég svona skammi hver aðeins í lokin. En bara Guð bless ykkur og varveiti, eigið yndislega viku, komið fram, Natalía hér, ég tilbúin og fleiri hérna til þess að biðja með ykkur. Og það gott að biðja frelsi og kraft og styrkin í nýtt ár sem við erum að fara inn í. Amen.